Hlutverk Hagstofu Íslands að framleiða tölfræði sem lýsir hagkerfi Íslands. Við gerum þetta á marga vegu, við erum með framleiðslu, efnahagsreikninga, fyrirtækjatölfræði og aðra svipaðar reikningar. Með því að framleiða umhverfisreikninga á sömu forsendum og við framleiðum aðra efnahagsreikninga, búum við til grundvöll þar sem við getum talað umhverfismál og losunartölur á sama vettvangi í tengingu við aðra hagtölur. Losunarbókhald hagkerfisins byggir að stóru leyti á losunarbókhaldi Íslands. Þannig að þegar Umhverfisstofnun búin að taka saman og staðfesta sitt losunarbókhald, þá göngum við í að staðfesta og loka losunarbókhaldi hagkerfisins. Það mjög mikilvægt að halda því til haga að það hvorug nálgunin eitthvað réttar en hin. Það bara verið að horfa á hlutinni rauninni frá mismunandi sjónarhorni. Það ágætt að skoða myndrænt í hverju munurinn felst. Í losunarbókhaldi hagkerfisins erum við að skoða losun frá hagkerfi Íslands, það að segja Íslendingum og íslenskum rekstraraðilum hvar sem þeir eru staddir í heiminum. Þannig að ef að fyrirtæki með reksturinn sem skráður á Íslandi þá telst það með. Í losunarbókhaldi Íslands horft til landfræðilegra útmarka, þannig að þá rauninni tekin saman losun sem fer fram á Íslandi og öll losun sem fer fram á Íslandi, en hins vegar ekkert sem gerist utan Íslands. Þannig myndi til dæmis millilandaflug sem á vegum íslenskra rekstraraðila teljast með í losunarbókhaldi hagkerfisins en væri utan við losunarbókhald Íslands. Við viljum taka upplýstar ákvarðanir hvar við ætlum að fjárfesta og hvað við ætlum að eyða peningum í, og loftslagsbókhald hagkerfisins á að styðja við þessa umræðu. Eitt af nýju verkefnum okkar að bæta tímanleika tölfræðinnar. Það sem við eigum við með tímanleika að birta tölfræði sem kemur út nær þeim tíma sem hlutirnir að gerast. Tímanleiki þýðir líka að við fáum betri tímaupplausn á tölunum. Við eigum upplýsingar bílaeign og rekstur fyrirtækja og fólksfjölda og ferðamannatölur og löndun, afla, allt mögulegt sem við erum með niður á mánuði og bara það sem gerist í síðasta mánuði. Þetta eins og að eiga þúsundir hitamæla á öllu hagkerfinu. Það sem við getum gert þá, við getum skoðað hvað þessi hitamælar voru að segja á þeim árum sem við þekkjum höfum gert upp, þar að segja 1995 til 2021. Svo getum við notað þær upplýsingar hitamælinn til að skoða hvað að gerast frá 2022 og til 2023. Þannig komumst við í þennan tímaleika sem okkur vantar til að fræða umræðuna sem að gerast í þjóðfélaginu hlutina sem að gerast í dag.